fyrir því. Komið sæl, ég set hér 44. fund sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar. Hann haldinn í þinghúsinu á Breiðumýri í dag. Eru einhverjar athugasemdir við fundarboð? Svo ekki. Mættir eru í dag undirrituð Gerður Sigtryggsdóttir e-lista, Knútur Emil Jónasson e-lista, Halldór Þorlákur fjarverandi, í hans stað situr fundinn Anna Bragadóttir, Jóna Björg Hlöðversdóttir K-lista, Árni Pétur Hilmarsson K-lista, Ragnhildur Hólm Sigurðardóttir K-lista, Eyþór Kári Ingólfsson e-lista, Arnór Benarísson K-lista, Haraldur Bóasson e-lista og starfsmenn fundarins eru Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir og Margrét Hólm Valsdóttir og auk þess situr Gísli Sigurðsson skrifstofustjóri fundinn með okkur í dag. Ég óska eftir því að tekin verða 2 mál á dagskrá með afbrigðum. Fyrra málið var það sundlaug í Reykjahlíð, skipan starfshóps og erindisbréf fyrir starfshópinn. Þeir sem geta samþykkt að það verði tekið fyrir vinsamlega gefið merki og það samþykkt. Seinna málið fundarboð og aðalfund Sparisjóðs Sauðþingeyinga. Og þeir sem geta samþykkt að það verði tekið fyrir, það samþykkt. Fyrst á dagskránni í dag ársreikningur Þingeyjarsveitar fyrir árið 2023 og fyrir sveitarstjórn liggja til fyrir umræðu drög að ársreikningi A og B hluta. Þorsteinn Þorsteinsson frá KPMG, endurskoðandi sveitarfélagsins, og Jón Ari Stefánsson eru mættir til fundarins og ég ætla að óska eftir því að Þorsteinn fari yfir reikninginn fyrir okkur. Gjörðu svo vel, Þorsteinn. Já, komið sæl. Við skulum þá vinda okkur í þessa yfirferð og ef við förum bara beint í rekstrarreikning og skoðum þar A og B hlutan, þá sjáum við að tekjur sveitarfélagsins urðu tæpir 2,6 milljarðar, áætlunin var 2,5 og fyrra ár 2,4 milljarðar og helsta frávikið í tekjunum vegna hærri útsvarstekna heldur en var áætlað og útsvari hækkar 200 milljónir frá fyrra ári sem hérna vel yfir verðlagsbreytingum ársins. Framlag jöfnunarsjóðsins urðu 575 milljónum eða áætlun upp á 530 og þjónustutekjur og aðrar tekjur eru 559 milljónir. Gjaldamegin að þá eru laun upp á 1389 milljónir en áætlunin gerir ráð fyrir 1438 og helsta skýringin á þessu fráviki að framlag til lífeyrisskuldbindinga var neikvæð tala á móti jákvæðri tölu í áætlun og eins fækkun á stöðugildum frá fyrra ári. Annar rekstrarkostnaður 818 milljónir og rekstrarniðurstaða fyrir þá afskriftir 357 milljónir en áætlunin var 190 milljónir og fyrra ástalan 171 milljón. Þannig að þetta töluvert betri niðurstaða heldur en var gert ráð fyrir. Afskriftir 102 milljónir, fjármagnsliðir 121 milljónir, fyrst og fremst verðbætur og tekjuskattur af veitustofnun 12 milljónir, þannig að rekstrarniðurstaða ársins 122 milljónir, áætlað 3,5 í tap og fyrra ástalan var 46 milljónir í tap, þannig að rekstrarniðurstaðan 125 milljónir betri heldur en var áætlað. Ef við höldum svo bara áfram niður í efnahaginn að þá sjáum við að eignir sveitarfélagsins í A og B og inn í þessu sem sagt hlutdeild sveitarfélagsins í dvalarheimilinu á Húsavík. Eignirnar eru rétt liðlega 3 milljarðar, hækka 200 milljónir frá fyrra ári
og af þessum 3 milljónum eru rúmi 2,5 fastafjármunir og þar af eru 2,3 sem sagt fasteignir, veitur og vélar og tæki. Veltu fjármunir eru núna 493 milljónir, lækka frá fyrra ári, þegar var 617 og ef við förum niður í skuldahlutann þá sjáum við fyrst að eigið fé er 1115 milljónir, það var 802 árið undan. Lífeyrisskuldbinding 99 milljónir verður 112, lækkað eins og ég kom inn á áðan. Síðan eru langtímaskuldir 1287 milljónir en voru 1344 árið undan og það má líka taka það með reikningin að þessar 1344 milljóna hefði átt að hækka 8% verðlag, þannig að þetta er töluverð lækkun, raunlækkun á langtímaskuldum. Skammtímaskuldirnar 533 milljónir voru 561 milljónir ára undan og þá skuldir samtals 1919 milljónir en voru 2.017 milljónir ára undan, þannig að skuldir eru að lækka um 100 milljónir nafnverði og raunverði þá töluvert meira. Og ef við förum í sjóðstreymið þá byrjum við þarna á veltu fyrir rekstri sem er 307 milljónir, voru 162 milljónir árið undan og fyrra árið 141 miljón, þannig að þetta er verulega yfir áætlun en þetta er svo fjárhæð sem að sveitarfélag hefur til þess að greiða af lánum sínum og að fjárfesta fyrir, þá án lántöku. Í fjárfestingarhreyfingunum sjáum við að áætlunin var 487 milljónir en rauntalan er 245 og þetta er aðalega vegna minni fjárfestinga í A-hluta, bæði minni fjárfesting í dvalarheimilinu sem var búið að gera ráð fyrir og eins í skrifstofuhúsnæði og einhverju fleiri stöðum. Það var minni fjárfesting í veitum heldur var gert ráð fyrir og svona þetta týnist saman. Varðandi fjármögnunarhreyfingar þá var gert ráð fyrir að þær eru jákvæðar upp á 63 milljónir með lántöku þar með talin upp á 228 milljónir sem var ekki farið í, þannig að fjármögnunarhreyfingarnar urðu neikvæðar upp á 138 milljónir sem er fyrst og fremst út af afborgunum af lánum. Þetta allt samanlagt gerir 112 milljónir mínus sem er þá lækkun handbæru fé sem var 283 milljónir í ársbyrjun en í árslok er það 171 milljón. Ef við tökum svona aðeins helstu skýringar og lítum á tekjurnar að þá er það þannig að útsvarið er að hækka 100 milljónir frá fjárhagsáætlun sem er mjög jákvætt. Það sýnir bara að já, það er mikill og góð vöxtur í sveitarfélaginu. Þetta er ágætt mælikvarði á það. Framlög jöfnunarsjóðs eru svolítið að hreyfast frá áætlun en samtals 45 milljónum yfir og ef við höldum svo bara áfram með aðeins launin sem er stærsti kostnaðarliðurinn að þá eru launin samtals að hækka frá fyrra ári einhverjar 23-24 milljónir en þess ber að geta að í A og B hlutunum sem áður sagði koma áhrif dvalarheimilisins, þannig að minni umsvif í dvalarheimilinu þýða lægri tölur þarna en árið 23 heldur en 22 af því að hlutdeild sveitarfélagsins sem er kring 30% kemur inn í B-hlutan. Ársverkin þeim fækkar úr 119 í 115 og
ég held kannski við ættum bara rétt að líta síðan að lokum á næsta árs afborganir. Það auðvitað stóra tölu líka þar, en það gert ráð fyrir að 24 síðan greiðslur á lánum 151 milljón, síðan lækkar í 142 og svo þar á eftir þetta svona rúmar 100 milljónir á ári. En ég held að þetta sé svona aðalatriðin í ársreikningi Þingeyjarsveitar. Takk fyrir. Við þökkum Þorsteini fyrir þessa góðu yfirferð og með leyfi varaoddvita þá vil ég þakka líka endurskoðendum fyrir sína vinnu við ársreikninginn, ekki síður starfsmönnum okkar, þeim Margréti Hólm og Gísla Sigurðssyni, og ég vil líka þakka sérstaklega fyrir góða vinnu við fjárhagsáætlunargerð sveitarfélagsins, vegna þess að við sjáum að hún afskaplega nálægt því að vera samkvæmt því sem að raunin eða var á síðasta ári. Nú, örfá orðum afkomu og rekstur síðasta árs. Ég mjög ánægð með þennan ársreikning. Mér finnst rekstur sveitarfélagsins að styrkjast. Það góður rekstrar afgangur, tekjurnar hafa hækkað mun meira en gjöldin. Það hærra veltufé frá rekstri heldur en áður hefur verið og það veit á gott. Það hef ekki tekið ný lán og þar á móti höfum verið að greiða niður lán, þannig að ég tel að sveitarfélagið sé bara að styrkja sig, það í betri stöðu til þess að takast á við áskoranir framtíðarinnar og áfallaþolið meira eftir því sem að staðan styrkist. Við þurfum líka að geta reikna með því að einhvern tímann, þó vonandi ekki, verði einhver skakkaföll. Þannig að ég bara þakka enn og aftur fyrir þessa góðu vinnu. Og orðið laust. Jóna Björg. Já, oddviti, ég tek náttúrulega bara undir þetta sem kom fram í máli oddvita þakkir til allra viðeigandi. Ársreikningur sveitarfélagsins sem nú liggur fyrir, hann sýnir raun og glöggt á skynsamlega ráðstöfun að sameina þessi sveitarfélag og nú það að koma inn á annað ári í rekstri. Það eru jákvæð teikn á lofti þróttmikla einingu til að mynda auknum tekjum útsvari og auki veltufé fyrir rekstri sem getur þó tekist á þessi krefjandi verkefni. Útsvarið hækkar umtalsvert en sem má skýra með fjölgun íbúa og við höfum séð jákvæð teikn á lofti með það undanfarin misseri. Hins vegar náttúrulega sá afgangur sem að sveitarfélagið skila nú samkvæmt ársreikningi eða í fyrri umræðu má þó að mestu leyti skýra með því að það hefur ekki verið farið í allar þær framkvæmdir sem var gert ráð fyrir í áætlun. Það auðvitað vegur þyngst framkvæmda skortur og leysi í dvalarheimilinu á Húsavík. Hjúkrunarheimili á Húsavík. En þetta og auk þess að ekki við að fara í allar framkvæmdir sem var gert ráð fyrir hér á svæðinu. Þetta hefur hins vegar leitt jafnframt til minni lántöku en lækkunar á handbæru fé. Í samhenginu skapar þetta þó svigrúm í sveitarfélaginu til þess að fylgja eftir þessari jákvæðu íbúðaþróun sem eru frábær tíðindi og það eru teikn á lofti að við getum haldið áfram að styrkja okkur, en það skapar jafnframt spennu og hefur skapað spennu á húsnæðismarkaði sem mjög brýnt að bregðast við sem fyrst. Jóna Björg hefur lokið máli sínu. Knútur, gjörðu svo vel. Oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk. Þakkir fyrir yfirferðina og kannski rétt að benda fólki á að þegar það fær ársreikningin undir hendur og fær aðgang á hann, þá upplagt að nota þessa skýri, þennan pistil sem að Þorsteinn fór með áðan og hafa hann í gangi meðan maður rennir yfir. Jákvætt mjög, rétt framkvæmt lítið, já, en í vaxtastigi þá það kannski bara skynsamlegt.
Þetta er auðvitað ekki stór hagnaður í rekstri með við umfang fyrirtækisins en gríðarlega gott að vera þarna megin og þarna er einmitt staður sem við viljum vera á. Við erum fyrst og fremst að þjónusta íbúa með skynsömum hætti, en þetta er bara mjög gott að fá, bara takk fyrir það. Já, Knútur hefur lokið máli sínu, eru fleiri sem vilja taka til máls. Arnór, gjörðu svo vel. Já, ég tek undir með fyrir ræðmönnum þakki til endurskoðenda og starfsfólks. Þetta er allt á réttum vegi og það er kannski það sem er mikilvægast. En auðvitað þurfum við að hafa í huga að sameiningaframlögin sækja fyrirmynd sína í Biblíuna og eru bara í 7 ár. Og þá er tveir reikna með að taki við hinn 7 ár þegar því lýkur, en svo er auðvitað ekki. Tilgangurinn var alltaf að skapa okkur svigrúm til að skjóta styrkari stoðum undir starfsemi sveitarfélagsins og undir samfélagsuppbygginguna hér á svæðinu. Og þar finnst mér við vera í sóknarfæri núna. Og nú er það okkar að sigla inn í framtíðina með skynsamlegum hætti og ég fyrir ekki annað en að sé mjög góður samhljómur í sveitarstjórn með hvaða hætti við gerum það. Takk. Já, Arnór hefur lokið máli sínu, eru fleiri sem að vilja taka til máls? Og svo er ekki. Þá er lögð, ætla ég að lesa hér drög að bókun. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að vísa ársreikningi fyrir árið 2023 til síðari umræðu í sveitarstjórn og þeir sem geta samþykkt vinsamlegast gefið merki og það er samþykkt samhljóða. Annar dagskrárliður í dag, það er lagt fram til kynningar ársreikningur atvinnueflingar Þingeyjarsveitar 2023. Já, eins og ég segi, hann er lagður fram til kynningar. Þriðja mál á dagskrá er sundlaug í Reykjahlíð, skipan starfshóps og erindisbréf. Það er lögð fram drög að erindisbréfi starfshóps sundlaug í Reykjahlíð og orðið er laust ef einhver vill taka til máls. Enginn kveður sér hljóðs. Þá reiknum við með að allir séu sáttir við framlagt erindisbréf og þeir sem geta samþykkt það vinsamlegast gefið merki og það er samþykkt samhljóða. Fjórða og síðasta mál á dagskrá í dag, það er lagt fram fundarboð á aðalfund Sparisjóðs Þingeyinga sem fer fram þann 8. maí næstkomandi. Orðið er laust ef einhver vill taka til máls undir þeim lið. Drög að bókun, ætla ég að fá að lesa. Sveitarstjórn samþykkir að sveitarstjóra verði falið að fara með atkvæði sveitarfélagsins á aðalfundi Sparisjóðs Þingeyinga og þeir sem geta samþykkt það vinsamlegast gefið merki og það er samþykkt samhljóða. Og þá er ekki fleira á dagskránni í dag og ég þakka fyrir góðan fund og segi fundi slitið.